Það hefur núna verið svona hálf enda sleppt því miður þáttaka þín hérna. Já, þetta ekki alveg búið að ganga hjá mér heilsulega séð. Það var mikið meiddur bæði með fram og hérna og maður nú náð einhverjum mínútum en ég var að vonast að vera aðeins í betra formi og geta spilað aðeins meira. Já, gera þessi meðsli sem þú er að hrjáði núna svona vart við sig eftir að þú kemur hérna út eða hvað? Ég fékk önnur meiðsli svona viku fyrir brottför en ég var mikið hjá Kára í sjúkraþjálfun og hann hélt að þetta myndi taka nokkra daga bara til þess að fara. Þannig við skelltum okkur út og svo kom í ljós að þetta væri aðeins meira en bara nokkra dagar og þess vegna hefði ég ekki alveg náð að geta spila eins mikið og ég vildi. Er það nárin eða hvað? Kári talaði þetta væri sóasinn en sóasinn hann mikið tengdur við náran þannig að eftir að koma í ljós svona nákvæmlega hvort það sé nárin eða sóasinn en þetta er svona sama svæði bara. Það hefur verið svona mínútur hér og mínútur þar. Já, það verður mikilvægt að koma inn á í nokkra mínútur og í flestum leikjunum hef ég náð að setja allavega eitt í nettið og mér finnst það jákvæmt bæði fyrir mig og fyrir liðið. Já, einmitt eftir svona langa fjarveru þína í fyrravetur. Já, það var búið að vera erfitt síðastliðið árið með meiðslin en ég held að þetta sé alltaf koma til. Já, það var lengi kappan reyna. Já. En svona heilt yfir þetta mót og þetta er nú ekki það fyrsta sem þú ferð á og árangurinn bara góður? Árangurinn bara mjög fínn sko. Við náttúrulega okkar fyrsta mót þá enduðum við í 10. sæti minnir mig og í fyrra náttúrulega var voru ekki alveg nógu góðir og enduðum í 19. sæti minnir mig og það var alveg ljóst að eftir mótið í fyrra að við ætlum ekki að spila 19. sæti og við komum bara af góðri orkun í mótið og unnum náttúrulega fyrsta leikinn með 27 og unnum Pólverjana vel og við erum bara búin að spila hörku handbolta á þessu móti og ég vona bara að við höldum áfram að bæta okkur og komum sterkari tilbaka á næsta ári. Já, og svo er náttúrulega þessi leikur einn eftir á móti Noregi. Já, Norðmennirnir eru mjög góðir. Við spilum við þá fyrir 2 mánuðum síðan. Það var hörkuleikur og ég býst við að morgun fáum við líka hörkuleik. Já, þetta er leikur sem bæði lið vilja eðlilega kveðja með sigri. Já, það er náttúrulega alltaf best að enda á sigri og það væri frábær úrslit að lenda í 7. sæti. Ég held að það sé besti árangur Íslands U20 á Evrópumóti og það væri bara frábært að jafna það á morgun.